Frábært. Gaman að sjá ykkur öll. Það alveg stórkostleg mæting. Hér alveg fullt bara aftur í kapellu. Já, æðislegt. En ég heiti Áslaug Helga og djákni hérna í kirkjunni. Og í kvöld eru fermingarbörnin svona sérstaklega boðuð. Og ég sé að þau fjölmenna ásamt öllum hinum líka. En fermingarbörnin og ég og prestarnir, við hittumst líka alltaf svona aðra hvora viku. En fyrsta lagi sem við heyrðum heitir Leiðarljós og einmitt inngöngu sálmurinn á fermingardaginn. Þannig að það stuð hérna í Lindakirkju eins og þið heyrið. En við skulum hefja þessa stund eins og allar stundir á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Svo skulum við fara með fallegu bænina hans Hallgríms Péturssonar. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Næsta lag, það fjallar þann styrk sem að trúin á Guð getur gefið okkur. Og hún Katrín Valdís, hún hérna, já. Ég að leita henni hérna upp á pöllunum. Hún ætlar að leiða okkur í laginu og svo tekur kórinn við líka. Æði, þú styrk mér gafst. Sorg ég finn og sálin niður dregin, syrtir af og hjartað byrðar ber. Þá bið ég þín og hljóða bæn þér sendi, uns birtist þú og dvelur hér hjá mér. Þú styrk mér gafst að standa á fjallsins tindi. Þú styrk mér gafst að ganga ofinn sjó. Styrk ég þinn í sterkum örmum þínum. Þú styrk mér gafst til meir en í mér bjó.
Frábært Katrín, takk fyrir og takk kór. Og ef þið vitið það ekki, þá situr við flílinn hann Óskar Einarsson. Ef ekki, gefa hann gott klapp. Og svo á bassan, þá það Páll Elvar Pálsson. Og svo að sjálfsögðu kór Lindakirkju. Drottinn miskunna þvós. Kristur miskunna þvós. Drottinn miskunna þvós. Dýrð sé Guð í upphæðum, friður á jörðu og velþóknun yfir mönnunum. Einmitt, í dag ætlum við nefnilega að sitja yfir dýrðarsöngnum. Ofta stöndum við. En það nefnilega að því að í staðinn fyrir hefðbundna dýrðarsöngin að þá ætlum við að fá þær Aldísi Maríu og Ísól Eyju úr unglingagospelkór Lindakirkju til að syngja fyrir okkur Halleluja eftir Leonard Cohen. Og þess má nú geta að það nú bara örfá ár síðan að þær fermdust hérna í Lindakirkju. En ég minni á unglingagospelkórin ef einhverjir hafa áhuga. Þið sjáu hvað maður flottur áður í honum. Þú gafst mér Jesús gleði og frið, ég gat sem barn þig talað við og sorgin aldrei yfir sálu mína. Tilveran var traust og hlý, tært var loftið hvergi ský og tilvalið að hrópa Halleluja. Halleluja.
Meja. Algjörlega stórkostlegar. Og takk innilega, stelpur. Þið eru frábærar. En ritningar lestrar dagsins eru vers sem að nokkur fermingabörn næsta vors völdu sér fyrir daginn. Og það eru þau, og komið bara upp, krakkar, Kolbrún Lilja, Brynja Björk, Rakel Brynja, Tristan Baldur, Mústaf Árni og Bergur Nói. Gjöruð þið svo vel og raðið nú ykkur bara hérna fallega upp. Safnið yður ekki fjassunum á jörðu, því hvar sem fjassur þinn þar mun hjarta þitt vera. Jesús sagði, ég ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Allt sem þér vilji að aðri menn geri yður, það skuli þér og þeim gera. Hef ég ekki boðað þér að vera djarfur og hugreistur, óttastu ekki og ekki hugfallast, því að drottinn Guð með þér hvert sem þú ferð. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér, sprotið þinn og stafur, hugga mig. Og þannig hljóðar hið heilaga orð. Eigum ekki að gefa þessum frábæru krökkum gott klapp. En næsta lag sem við syngjum höfum við verið að vinna með í fermingarfræðslunni. Og það sálmurinn Eigi stjörnum ofar og ég mælist til að allir syngi hástöfum með. Þá stöndum við á fætur og heyrum heilagt Guðspjall. En það úr Lúkasi 15. kafla. Allir tollyndu menn og bersyndugir komu til Jesú að hlýða á hann, en farisear og fræðimenn ömuðust við því og sögðu: þessi maður tekur að sér syndara og samneytir þeim. En Jesús sagði þeim þessa dæmisögu: nú á einhver yðar 100 sauði og tínir einum þeirra, skilur hann ekki þá 99 eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim sem týndur þar til hann finnur hann. Og
Glaður leggur hann sauðinn á herðar sér, hann finnur hann. Þegar hann kemur heim, kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá: Samgleðjist mér því að ég hef fundið sauðinn minn sem týndur var. Ég segi yður, þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem tekur sinnaskiptum en yfir 99 réttlátum sem þurfa þess ekki við. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Og við stöndum áfram og förum saman með trúarjátninguna. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesúm Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum. Steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprissu mannsins og eilíft líf. Amen. Nú megið þið setjast. En í Lindakirkju, þar ólust upp bræður sem að hefur aðeins borið á þessu ári. En þeir fóru alla leið til Sviss til að keppa fyrir okkur Íslendinga í Eurovision. Ég sé þá ekki, en við skulum gefa þeim gott klapp og gá hvort þeir birtist. Jú, þeir eru á leiðinni. Við verðum að halda áfram að klappa. Já. Já, góðan daginn. Hvað segja, allir bara feskir, eða ekki það? Jó, mjög gott. Þetta að skipta gleru. Við vorum svo fljótir á því, ég náðu ekki að sitja á mig þessi hérna, sko. Þannig að maður þarf að vera með glerun. Herru, what's up? Hæ. Já, glerun. Mjög mikilvæg partur. Já, við erum mættir hérna í kirkjuna, gaman að sjá marga hérna, alveg snillt. Komdu hérna, já, við fáum þann heiður að raula fyrir ykkur. Heldur betur. Og ef þið kunnið eitthvað á mig líka að syngja með. Já, það er skemmtilegra. Við erum allan með kór hérna, þið verður að syngja með. Kórum verður að syngja með. Þið eru hérna, Óskar verður að spila með. Já, þetta er ekki flókið. Þetta snýst bara um að hafa gaman, við hafa gaman í kirkjunni. Fyrsta lagi sem að syngja fyrir ykkur heitir Bíómynd. Já, þetta er ekki flókið, þetta er bara stemming. Já, þetta er bara límyndi bíómynd, algjör snillt. Og bara ykkur er velkomin að syngja með, let's go! Að horfa á kvikmynd getur verið góð skemmtun, en hafa skal fara ná, því kvikmyndir enda ekki alltaf vel. Fylgdu mig til bíómynd. Ok. Ég gerir og satt mig langar til. Fylgdu mig til bíómynd. Ok. Svo náðu í poppið, kallið mig. Wow, býtu, balti var að ringa í þar að mæta og setti bara í sinu byrja að syngja. Lífið mitt er bíómyndi, þannig er nú það. Spennið sens og rótar og förum af stað. Hvert sem ég fer, alltaf með myndavél á mér. Alltaf með ljós og mækja leikstjórinn er hér. Skrifa bestu handinn til lífið mitt er bild. Myndi fer að stóra skjáðum verður allt og trillt. Já, augu mín er alveg eins og myndavél. Kott í störukeppni ef að þú vilt vera með. Ok. Aukaleikaratnir eru allstaðar á rauða dreglinum að reyna að biðjum handaband. Ég mæti tilbúinn. Og má ég sjá svona hendur upp í loft? Því að lífið mitt er besta kvikmyndin. Þetta er fallegt. Ég kasta kveðju á þá sem er að horfa á. Ok, og Auðun Blöndal, Helga Braga, farin í frá. Fylgdu mig til bíómynd. Ok. Ég gerir það sem mig langar til. Fylgdu mig til bíómynd. Ok. Já, svo náðu í poppið, kallið mig. Vakna þetta morgun á sér dá mig meik. Allt sem ég gerir það bara one take. Erfið getur verið þetta kvikmyndalíf. Myndavélinn alltaf og ég fæ ekki frí. Margir vilja meina ég sé ekki það í hausnum, en ég er aðaleikari, ég hugsa í veistum. Ég mæti á Óskarinn að
sækja verðlaunin Því að lífið mitt langbesta kvikmyndin Ég kasta kveðja á alla sem að horfðu á Gunni, Helga, Þorsteinn, Batman, farið þið frá Því þið myndu bíómynd Maður heyra Ég gjörði það sem þið langar til Þannig að því þið myndu bíómynd Svo náðu í poppi kallinn minn þegar ég seg bíó, seg þið mynd bíó Mynd bíó, mynd bíó, mynd bíó, mynd bíó, mynd bíó Þarna Því þið myndu bíómynd Wow, man Þetta var snilt Þetta var gaman. Herru, nú, já, mamma, vilt þú tala eitthvað eins að? Erum við að taka okkur glerun núna? Núna eru eðlir. Þetta mamma okkar, sko. Þetta mamma okkar, já. Gefum mamma okkar góð klapp! Hún ekki flott? Hún svo flott. Flottust. Flottasta mamman. Búin að kveikja mér? Já. Heyrðu, hérna, já, þeir eru svolítið skemmtilegir þessi strákar, eða ekki? Og ekki gefa hann rosalega góða klapp. En þannig að í Guðspjallinu sem við heyrðum, þar að finna söguna týnda soninn. Hafið þið einhvern tímann týnst, strákar? Jú, ég held það. Já, ég veit það ekki. Einhvern tímann. En Hálfdán, ef ekki bara henda boltanum yfir á þig og þú færir með einhverja smá hugleiðingu? Já, ég ætla að fá að vera með létta hugleiðingu fyrir ykkur. Sagan týnda soninn, þetta saga sem ég sagt ekki eðla oft í Vatnaskógi. Ég var að vinna í Vatnaskógi fyrir fermingakrakka. Ég held að fermingahópurinn að fara í næstu viku eða eitthvað svona allan að bráðum. Þá fáið þið kannski að heyra hana aftur þar, en það bara mjög fínt. Þetta saga sem að ég held mikið upp á. Þetta einu mín uppáhaldssaga á biblíunni. Þetta mjög einfalt konsept. Þetta reyna 2 synir og 1 pabbi. Og þeir voru að vinna á okkur bóndabæ á pappa sínum. Og einn daginn það hugsaði einn sonurinn, heyrðu, vá hvað ég væri til í að fá arfið minn núna. Og arfurinn náttúrulega bara peningurinn sem hann átti að fá þegar að pabbi myndi deyja. En hún langaði í hann strax, hún langaði í hann núna. Þannig að hann fer að pappanum og segir, heyrðu, má ég fá peningin núna? Og eftir að hugsa og sagði pappin, allt í góð, henni peningurinn. Og sonurinn hann bara fór í burtu. Hann fór í aðra borg sem lengst í burtu og var með fullt af pening og eitt honum öllum þar. Og var hérna bara að kaupa alls konar dótari, eða allan daginn að eyða einhverjum peningum og fekk þá líka fullt af vinum sem hann var líka að eyða fyrir. Og einn daginn, þegar hann búinn að vera að eyða peningum allan daginn, þá tekur hann kortið, bing, card declined. Það bara búum allar peningin. Bara allir peningurinn farinn, alveg vesen. Og þá voru góð ráð dýr og þegar á sama tíma var svona hungursneyð í landinu sem þýðir bara að það var matvöð dýr, það var vesen og hann vantaði vinnu. Og hann hitti eitt gamlan kall sem var tilbúinn að gefa honum vinnu en hann fekk ekki borgað í peningum. Hann fekk borgað með því að hann fekk að vinna á í svona svínastíu að passa upp úr svínin og hann fekk að borða upp úr svínastíðinu í staðinn. Hann fekk svínamat sem kannski ekki eitthvað best í heiminum en það dugði og þá fekk hann allavega einhvern mat. Og það var þannig að með því að vera að vinna hana þá hugsaði með sér bara, heyrðu, wow, þetta er búið, ég er búinn að klúra þessu maður, ég er bara búinn að eyða öllum peningunum mínum, ég sit hérna einn eftir í svínastíu og ég á ekki neitt. Kannski ef ég fer aftur tilbaka til pappa minns þá fæ ég kannski að vinna hana allavega eða eitthvað. Hann mun örugglega ekki fyrirgefa mér fyrir að fara í burtu frá honum og eyða öllum peningunum en kannski fæ ég að vinna. Og hann ákveður þá að fara aftur til pappa síns og tekur labbið. Þetta er langt labbar úr borginni alla leiðina aftur að pappanum. Og þeir voru á svona stórri hæð og hann svona að fara að labba upp að hæðinni. Og mjög skömmustulegur, ekki mjög stressaður hvað pappan segir. En hann sér einhvern koma hlaupandi beint á mótunum. Og það pappin sem kemur hlaupandi á mótunum og gefur honum risastór knús og segir bara velkomin heim aftur. Við erum búin að sakna þér ekkert eðlilega mikið. Nú ætlum við að halda risastór partí og þeir heldu stærsta partí sem hefur einhvern tímann verið þarna á þessu bóndabæ. En síðan var annar sonur, það var eldri sonurinn. Hann þarna eitthvað frekar pirraður. Hann svona, bro, hvað málið? Akkur þetta halda þennan partí fyrir soninn sem fór í burtu, eyddi helmingnum af peningunum, kemur tilbaka og þú heldur bara partí, það meikir ekkert sens. Það sem hann sagði að
sonur minn, hann var týndur, en nú hann fundinn og við ætlum að fagna því. Og ég var búinn að skrifa niður nokkrar pælingar og ég var að velta þessu fyrir mér í dag. Ég var aðeins svona að pæla. Þannig ég skrifa þetta niður í iPadið minn, tæknin, algjör snilld. Þetta er sagan týnda soninn, þetta er sko, það geta margir speglað sig í þessu og jafnvel þótt við séum ekki endilega að fara í einhverja fjarlægara borgir að eyða peningum sem að, við getum týnt okkur í öðrum hlutum. Það er að týna sig að við getum fest í símanum, en miklu skrolli, ég var að lenda í því, verður bara að skrolla langt fram á nótt á TikTok eða eitthvað vesinn. Og við verðum týnd, jafnvel að við setjum bara heima í stofunni, sko. Og það sem stendur upp úr sögunni fyrir mig persónulega er ekki mistökin sem að Ingridssonurinn gerði með því að fara í burtu og eyða peningunum. Það er hvernig pabbinn tók á mótunum tilbaka. Hann fór ekki að spurja bara hvar varstu, af hverju gerður þetta, eitthvað svona vesen. Hann bara hleypur á mótunum og gefur honum knús. Og það er myndin sem að Jesú gefur okkur að Guði. Guð er ekki sá sem er að halda eitthvað svona Excel-skjal yfir öll mistökin okkar og er að gefa okkur eitthvað rautt spjald og eitthvað vesinn. Það er ekki Guð. Það sem Guð gerir er að hann kemur brosandi á móti okkur, hleypur til okkar og gefur okkur sig. Og síðan líka eldri bróðurinn, hann er hann að pirra þér og hugsa, þú veist, af hverju fær hann partí, af hverju fær ég ekki neitt partí, ég er búinn að vera hérna allan tíman. Af hverju fær ég ekki neitt. Og það er líka eitthvað sem við getum tengt við. Og þegar við erum alltaf að bera okkur saman við aðra, finnst aðri vera að fá meira hrós, meira athygli, meira likes, whatever. En boðskapurinn er þessi, að kærleikur Guðs, það er ekki einhver kaka sem er svona skipt niður. Þetta er sko endalaust til, allir fá. Þetta er algjör snilld. Og þannig að kærleikur Guðs, hann leitar, hann býður, hann fagnar og hann segir við okkur öll að hvort sem við erum týnd eða erum á góðum stað, þá er Guð alltaf tilbúinn að taka mót okkur. Og þetta var svona létt pæling sem ég kom út af þessu. En nú ætla ég að biðja saman. Stutt bæn. Góði Guð, takk kærlega fyrir það. Þú ert alltaf með okkur. Þú ert alltaf tilbúin að taka mót okkur, sama hvað. Þú býður alltaf eftir okkur. Og ert tilbúin að taka mót okkur. Takk kærlega fyrir það. Við fáum að vera hér öll saman. Takk fyrir það. Að við fáum að hlusta góða tónlist. Skemmt okkur. Eiga æðislegt kvöld saman með þér. Í Jesú nafni, amen. Já. Var þetta ekki bara flott, mamma? Það var æðislegt. Hún er búin að stressa sig í svona viku. Alltaf íta á mig, það er að muna að skrifa eitthvað niður. Ég græði þetta. Og Hálfdán, hann var alltaf búinn að segja, ég ger þetta sundaginn, ég ger þetta sundaginn, ég ger þetta sundaginn. There you go. Here you go. Fáum við ekki að taka eitt í lokin? Matti, hvernig fannst þér þetta? Það er flotta? Já, takk. Nú ætla ég að skipta gleru, ég er komin í vætgirinn aftur. Hanna, nú er ég komin í kerfið. Þetta var snillt, flóða, flinkur. Já, það ekki? Já, nú situr það í Mér er gleru. svo gaman að tala, þið voru líka mjög góð að hlusta. Já, hann er góð, já, þið eru góð að hlusta, hann er góður að tala. Þetta er bara match made in heaven. Ég og bróðum minnina, Já, við erum bræður. Já, við kepptum Eurovision daginn. Já. Vorum mjög einfallega, bara svona að róa hér og þar. Já, bara að róa stemming. hér og þar. Er eitthvað sem kann að róa eða eitthvað svona? Já, þið kunna að róa, já. Strákarnir hafa kunna að róa, já, mjög gott. Ég spyr á. Er eitthvað sem kunna lagið eða? Já, Já, ok, mjög gott. Frams, mjög gott. Mjög gott, líka einhverju hann. Já, þarna líka, já. Ok, það er slatti, hann aftast, ég sé það. Mjög gott. Já, heyrðu, ok, það er slatti. Og þá ættu þau að syngja með okkur. Já, ég held að það sé... Ég veit líka að kórinn er tilbúin að syngja með okkur. Já, ég held að þau kunna lagi. Þetta er bara létt og þægilegt lag. Þetta er bara gaman, stemming. Þetta er bara að njóta. Það má hafa gaman í kirkjunni, við ætlum bara að hafa gaman að syngja saman. Bara maestro, let's go. Never forget. Ok. Og einn, og tveir, og einn, tveir, þrír. Let's go! Róni hér, róni þar, og ég getum ölluna. Það getur ekki stoppað mig af. Róni hér, róni þar, og ég getum ölluna. Það getur ekki stoppað mig af. Ég set Kíkar á bítu og kalla það bát. Það víst ekki dag, en það ekkert mál. Með árar og stáli sem duða í ár. Stefni og færi að ég glemma besti fyrir belti og vassenda skó. Því að veðrið þar ég komin með nóg. Sjórinn opnast koma öldurnar. What? Ég einn á bát að leita betri stað. Hvað? Ég ekki enda búinn að missa allt. En við setjum seglin upp og höldum aftur af stað. Róni hér, róni þar, og ég getum ölluna. Það getur ekki stoppað mig af. Hvað?
mig Gísli Marteinn Margir mánuðir síðan ég sá síðan sól Fyrir restina lífinu hér út á sjó Og sjórinn opnast koma öldurnar Ég enn á bát að leita betri stað Ég ekki ennþá búinn að missa allt En við segjum saklinn upp og höldum aftur af stað Róni hér, róni þar og í gegnum öldurnar Það getur ekki stoppað mig Róni hér, róni þar og í gegnum öldurnar Það getur ekki stoppað mig Róni hér, róni þar og í gegnum öldurnar Það getur ekki stoppað mig Anna, róni hér, róni þar og í gegnum Það getur ekki stoppað mig 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 Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur Takk æðislega, strákar. Það var frábært. Hún flottur. Ef ekki að gefa þeim enn betra klapp. Jú. Það er gott að eiga góða syni sem kom að bjarga manni og eru með hugleiðingu og svona fyrir mann. Haldið ég sé heppinn. En það er komið að bænastund í Lindakirkju og hérna höfum við þann háttinn á að við sitjum bara í sætunum okkar og íhugum í hljóðri bæn eða syngjum með, það má alltaf í Lindakirkju. En svo er líka hægt að skrifa bænarefni og setja í bænastjakan hérna vinstra megin. En það þarf ekkert einu sinni að gera það akkurat núna í messunni, það er hægt að gera þetta eftir messuna. Það eru svona borð sem maður getur bara að skrifa bænarefni sitt og setja svo ofan í stjakan. En áður en að við kyrrum hugan, þá ætlar hann Óskar að segja okkur aðeins frá næsta lagi. Lagið í sjálfsér þekki ekki til, það er einhver Ron sem samdi það en textan á hún Eygló sem að í dag einmitt lést á þessum degi. Þetta er hennar dánardagur og systirinnar Sólveig, hún var jörðuð hérna frá Lindakirkju fyrir 2 árum síðan á þessum degi líka og nú erum við einmitt stödd á þessum sama degi, 28. og barnabarn hennar Sólveigar sem var jörðuð, hún er mætt hér á sviðið, hún heitir líka Sólveig eins og Amennar og hún ætlar að syngja, þetta er yngsti og nýjasti meðlimur kórsins okkar, 20 stúlka og hún ætlar að syngja þetta lag Draumana höfgidvín og þetta er í Salmabókinni og já.
Og við skulum fara saman með bænina sem Jesús kendi og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Við skulum standa á fætur og meðtaka blessun Drottins. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Og þið megið setjast, en það er alveg komið að lokum. En í kvöld þá eru hérna krakkar úr Versló sem eru sjálfboðaliðar og við skulum þakka þeim fyrir með klappi. Já. Og svo segi ég takk, svo þið vitið að ef þið komist ekki í messuna klukkan 8 á sunnudagskvöldum að þá er öllum messum streymt á lindakirkja.is eða á Facebook Lindakirkja. Þannig að þið getið séð líka messur aftur á baki tíman. En það er hann Björn Ingi Óskarsson og hann passar upp á það að allir fá að sjá, hvort sem þið búið í Danmörku eða á Ísafirði eða hvar sem er í heiminum. Og svo er það Margrét, Ágústa og María, þær tóku svo fallega móti ykkur hérna í kvöld. Ísól og Aldís úr unglingagospelkórnum. Og svo er það fermingabörnin. Það þarf rosalegt hugrekki til að koma hérna upp á svið og tala fyrir framan sal sem að nær alla leið aftur í kapillu. Og ég ætla ekki að gleyma neinum. Takk Kór, takk Óskar, takk Palli og að sjálfsögðu takk Væp og við skulum gefa þeim öllum risaklapp. Æðislegt. En eins og svona oftast að þá endum við messurnar í Lindakirkju í svona gospelstuði, miklu gospelstuði. Og það má sita, það má standa, það má dansa, það má bara gera það sem manni sýnist. Bara hafa gaman og njóta. Er þið tilbúin? Old Time Religion. Children, it was good for the Hebrew children. It was good for the Hebrew children, and it's good enough for me. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion, and it's good enough for me. It will bring you out of bondage. It will bring
Takk fyrir kvöldið og njótið þess sem eftir lifir. Við sjáumst næsta sunnudag klukkan 8.